Komið sælir og blessaðir kæru bogamenn. Ég ætla aðeins hérna í sambandi við stjörnumerkið ykkar. Þið eru bogamenn með sól í bogamanni. Ég ætla að lesa hér eftir líka fyrir tunglið og rísandan. Það er að segja, þessi lestur er fyrir þá sem eru með sól í bogamanni, tungl í bogamanni eða eru rísandi bogamenn. Ég hef ákveðið að víkka aðeins út hérna hverjir njóta góðs að þessum lestri. Og mér skilst að tunglið og rísandinn séu það sterkar afstöður í stjörnukortum og það skiptir líka miklu máli, alveg eins og sólin. Og fólk getur samsamað sig hvort heldur sem tunglið eða sól eða rísanda. Og svo einhverjar reglur það hvenær hvað er mjög ríkjandi í lífi manns og allt það. Ég ætla ekkert að fara út í það. Og ég tek fram mér ekki stjörnuspekingur. Þetta er bara eitthvað svona sem ég hef lært gegnum tíðina. Þannig að þá vitið þið það. En spilin ykkar, kæru bogamenn. Sko, ég fór að kíkja aðeins á fyrsta spilið sem er gyðjan hérna í miðjunni. Gyðja virðingar gyðja. Sem heitir Ígræn. Veit ekki alveg hvernig þetta er borið fram. Þetta er móðir Arthúrs konungs sem ég vissi ekki. Og hér höfum við töframanninn Merlin með á spilinu. Ég var að lesa hans þetta spil og það er alveg heljarinnar boðskapur í þessu spili. Tilfinningaþrunginn og djúpur. Þannig að þið kæru bogamenn standi á einhvers konar miklum tímamótum. En kjarninn í þessu spili snýst það að fórna einhverju smáu fyrir heildina. Ígræn er þarna að afhenda Merlin son sinn Arthúr til þess að Merlin fái alið hann upp og gert hann seinna að konungi. Merlin var jú töframaður og kenndi Arthúr allt sem hann kann eða kunni. Þannig að Arthúr var dálítið máttugur eftir það uppeldi og hún vissi, móðir hans, innst inni að þetta væri það sem honum var ætlað. Þannig að hún í raun og veru fórnaði móðurhlutverki sínu til þess að framtíð Arthúrs sem einhvers konar töframanns og framtíðar konungs Englands myndi verða að veruleika. Þið sjáu að hún er nú ekkert alltaf hamingjusöm með þetta, skiljanlega. En það að afhenda barnið sitt einhverjum öðrum hlýtur að vera eitt af erfiðasta sem fólk gerir ævina. Þetta spil stendur fyrir virðingu, respect og dignity sem er svona það að bera höfuðið hátt. Og ef til vill eru þið að fara að standa í einhvers konar líkum sporum, ég er ekki að segja endilega að þið séu að afhenda barnið ykkar, en kannski eru þið að fara að fórna einhverju sem ykkur þykir afskaplega vænt um
eða afhenda það einhverjum öðrum. Það getur verið óeiginlegt barn, það getur verið verkefni eða eitthvað sem þið hafið búið til, skapað, einhvers konar sköpunarverk og þið afhendið það öðrum til þess að það fái að vaxa og dafna eins og þið vitið að það mun gera í höndum hins aðilans. Ef þið vil neyðist þið til að gera þetta, kannski hafið þið ekki tíma, orku, heilsu, fjármagn til að sinna verkefninu lengur og þurfið þess vegna að kveðja það. Þið gerið það með trega en þið eru samt sem áður að taka rétta ákvörðun. Ef þið vil þurfið að snúa ykkur að því að fara að sinna einhverju sem í ykkar huga er mjög mikilvægt en kannski ekki í huga þeirra sem eru í kringum ykkur. Þið getið þurft að segja nei við maka ykkar vegna þess að einhver annar fjölskyldumeðlimur þarfnast ykkar meira, til dæmis aldraði foreldrar eða eitthvað slíkt. Þannig að þarna eru þið svolítið að velja og hafna það besta fyrir aðra en ykkur kannski, það besta fyrir heildina eða það besta fyrir annan einstakling. Þið getið lesið náttúrulega söguna Arthur konung sjálfir, kæru bói minn, ef þið viljið vita meira. Ég get kannski ekki farið inn en mikil smáatriði hérna. En þetta er svona inntakið í þessu spili. Það að heiðra einhverja ákvörðun sem þið takið og sem þið vitið að er rétt. Ok. Móðir jörð er hérna með okkur og hún er svo sannarlega móðir líka. Þannig að tvær sterkar mæður standa hér hlið við hlið. Móðir jörð hefur komið upp hérna hjá hinum stjörnumerkjunum. Þetta er eitt af þessum spilum sem er að endurtaka sig aftur og aftur, sem er svona ákveðið þema hjá okkur. Móðir jörð færir þér ástúð, hún færir þér umhyggju, næringu. Hún lofar að passa þig og vernda þig og vill að þér líði vel. Hún færir líka frjósemi og þar sem við erum með eina ófríska konu hérna og aðra með unga barn. Ef þið vill er barn á leiðinni inn í fjölskyldunni ykkar eða þína, kæri bóamaður, eða að barn tengist á einhvern hátt þessu, það er að segja að þið eru með eitthvað ákveðið í huga þegar þið eru að horfa á þennan lestur. Þið getið sjálfir, kæri bóamenn, verið í þessu móðurhlutverki eða einhver annar í kringum ykkur. Og þetta er ákaflega sterkt að fá þetta tvennt hlið við hlið. Þannig að huggun, næring, kærleiksrík, móðurást spilar hérna stórt hlutverk. Móðir jörð tengist líka því að hafa samband við náttúruna, vera úti í náttúrunni, sækja þangað heilun, hugarró eða einhvers konar næringu í hvaða formi sem er, og hún minnir ykkur líka á að náttúran er viðkvæm. Hún er bara klædd hérna svona léttum laufskrúða, annars er hún nakin á öðru leyti, þannig að það að ganga vel náttúruna, hugsa vel hvernig við skiljum hana eftir þar sem við erum. Það er líka mikilvægt hérna. Að sama skapi eru krákurnar hérna að boða vernd. Þetta fallega egg
sem virðist bara vera sjálflýsandi eða lýsir hérna upp. Þetta ef hægt að segja, gulleggi þeirra og enn og aftur hérna verið að tala ungviði, fæðingu einhvers konar eða barn. Þetta vernd sem að, þið þurfum kannski að sýna öðrum eða að vernda ykkur sjálf gagnvart umhverfinu. Vernda móður jörð, eins og ég var að tala Þessi vernd stendur ykkur til boða. Móðir jörð lofar að vernda ykkur líka. Það bara verið að minna ykkur á að þið eruð verndaðir, kæru bógamenn. Og þið þurfið ekki að óttast hlutina. Almættið, Guð, alheimurinn, hvað sem þið viljið kalla það, og móðir jörð í liði með ykkur og í raun og veru veit ykkur bæði föðurlega og móðurlega vernd og hugsið ykkur. Svo lengi sem að þið trúið því og eru bara róleg í ykkar vissu það, þá bægið þið í burtu öllum ótta eða kvíða. Síðan dró ég óvart 2 spil hér sem ég ákvað bara að láta standa. Og fyrra spilið bréf í flösku, letter in a bottle, og skilaboðin þín hafa verið móttekin. Kannski ertu, kæri bógamaður, búin að vera að senda einhverjum skilaboð, leynt eða ljóst. Þetta geta verið bænir líka. Að það búið að móttaka bænirna þínar. Eitthvað sem þú hefur verið að óska þér lengi vel. Það komið til skila. Og svo hitt spilið hérna kolkrabbi. Og þar verið að tala að halda hlutum leyndum eða fara leynt með hluti og vera halda þig út af fyrir þig sjálfan, keep to yourself, eða halda einhverju út af fyrir þig sjálfan. Það verið að biðja þig að vera ekki að flíka eða flagga hlutum að óþörfu út á við, halda pínulítið að þér höndum og hafa út af fyrir þig. Það getur verið einhvers konar vitneskja eða eitthvað verkefni sem þú ert með í gangi. Kannski þetta sem við töluðum hérna í byrjun, þessi fórn eða þessi breyting sem þú þarft að færa hérna. Að ekki að vera að tala mikið það út á við einhverja hluta vegna. Oft talað að leyfa hlutunum bara að þróast á eigin hraða og síðan kemur kjarninn bara í ljós þegar hann á að koma í ljós á hans eigin tíma. Kjarninn, á hverju sagði ég kjarninn? Já, allavega. Skilaboðin þín hafi verið móttekin. Þetta svona pínu dularfullt. Einhverjir ykkar kæru bógamenn hafa verið að senda einhverjum skilaboð og hafa verið að bíða eftir svari. Og það kannski það sem að þið eru beðnir að þaga yfir og það ákveðin biðstaða bara í málinu. Skilaboðin eru komin áleiðis en
svarið er ekki komið til ykkar ennþá. Tunglspilið ykkar sem talar cardinal moon, ég held að það er sem sagt fyrsti fjórðungur eða eitthvað slíkt. Það sem við myndum kalla mánasigð. Nú veit ég ekki nákvæmlega, er ekki fullatungli nýbúið, þannig að það eru öllum líkindum eitthvað í það. En það er talað hérna það að vera svolítið djarfur og taka fyrsta skrefið, sýna ákveðið hugrekki. Hvar þurfið þið að taka fyrsta skrefið, kæru bógamenn? Er það varðandi þessi skilaboð? Er það varðandi þetta mál sem að þið þurfið kannski sjálfir að ljá máls á einhverju eða eiga upphafið að? Það að taka fyrsta skrefið getur verið oft bara mjög erfitt. Mörg merki hérna á undan ykkur hafa verið að fá skilaboðum að stíga út fyrir þægindarammann. Þetta geta vissuleyti líka verið svona svolítið í ætt við það að sýna djörfung, sýna dirfsku og taka fyrsta skrefið. Kannski er þetta í samskiptum við einhver aðra mannesku eða að koma einhverju máli af stað eða málefni, og það að þið eigið upphafið að því, það gæti orðið bara ykkur til sóma eða þið gætu hlotið hrós eða viðurkenningu fyrir það að hafa startað einhverju. En það er þá oft betra að eiga fyrsta skrefið, þá er maður betur undirbúinn heldur en hinir sem að taka svo á móti. Hvað sem það er, kæri bógamaður, þá vona ég að það sé eitthvað sem að er eitthvað til góðs, og ég er í raun og veru svolítið hissa á miðað við það sem að ég er búin að sjá hérna og lesa, þá hefði ég haldið að einhvers konar kvíði eða hræðsla eða vanlíðan ætti að fylgja þessum kringumstæðum, en gerir það ekki. Það er bara rósemi hérna yfir vötnum, yfirvegun og fagmennska. Það er eiginlega það sem ég ætla að segja. Professionalism kom alltaf til mín á ensku. Fagmennska. Þannig ef þið vil tengist þetta mál atvinnun ykkar eða einhverjum þar sem þið þurfið að sýna fagmennsku. Yfirmenn og ráðamenn, þeir sem að eru yfir verkefnum, þeir þurfa ofta að taka ákvarðanir bara eingöngu út frá fagmennsku en ekki út frá hjartanu. Fyrir marga ykkar kæru bógamenn er þetta þess eðlis. Já. Ok, muni bara að hafa ekki hátt það fyrst sinn. Verndin er til staðar fyrir ykkur, náttúran, móðir jörð, frjósemi, fæðing, einhvers nýs, í einhverjum tilvikum barn, og það að taka þetta fyrsta skref. Ok, kæru bógamenn, mér líður dálítið betur núna eftir lesturinn heldur en hérna í byrjun. Það var einhver svona pínu svona kvíði hérna sem er farinn, sem er gufaður upp. Ok, þetta er í raun og veru inntakið í því sem að ég sé.
Það að vernda eggin sín, vernda ungana sína og þetta með gulleggið, það var eitthvað hérna. Einhver ykkar eigi kannski gullegg sem þið eru að vernda og þá er ég að meina eitthvað sem er afskaplega dýrmætt í ykkar lífi. Kæru boðamenn, ef þið viljið persónulega lestur, hafið þá samband við mig á Facebook, miðlun og heilun og sendið mér skilaboð á Messenger. Ég óska ykkur alls hins besta með þetta verkefni og þið kannski kíkja á söguna um Merlin ef þið vitiði það sem þið þurfið að vita. En takk fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.